Sæll, Háþrengi heiti ég og þetta er kennslumyndband, kafli 18-21. Kafli 18, þvagfæri. Myndun þvags, ákvað ég að velja. Þvagmyndun er skipt í 3 stig. 1 er síðan í æðahnoðra, þvermál aðfærslu slagæðlings er meira en færslu slæðings. Það veldur því að blóð rennur hratt til hnoðrans en frá honum. Frumuþvag er blóðvökvi sem er í einsykru, söltum og öðru litlar uppleystar sameindir. Það bil 25% af útfalli hjartans fara nýrun á mínútu hverri. Svo að á 4 mínútu tímabil taka nýrun á móti blóðmagni sem nemur öllu blóðmagn líkamans. Endursog úr píplum er annars stig. Við eðlileg skilyrði verður ekki vökvaskortur í líkamanum af því að 99% af frumþvaginu færa aftur í blóðið og stendur því 1,5 lítir af endanlegu þvagi sem skilast út á sólarhring. Og 3. stig er útskilnað frá píplum. Hérna sáum við nýrun og þvagpípunar, blöðrunar. Hérna er kona og hérna er karl. Kafli 19 er vökva og rafvökvajafnvægi. Ég ákvað að velja natrium. Natrium er 90% járafa í utanfrumuvökvanum. Natrium er nauðsynlegt fyrir flutning taugaboð og samdrátt vöðva. Lítill natriumstyrkur getur valdið höfuðverk, rugli, hröðum hjartslætti, lágum þrýsting og jafnvel hringrásarlosti. Natriumskortur á háu stigi getur leitt til meðvitundarleysi. Aukið vatn dregur úr styrk natriums og í utanfrumuvökvanum og hann verður eðlilegur ef blóðmagnið eykst umfram eðlileg mörk hækkar slagæðaþrýstingurinn sem leiðir til aukinnar á síunar í æðahnoðrum nýrna og meiri vökva fyrir út með þvagi. Hérna sjáum við Na fyrir natrium eða sódíum. Kafli 20, æxlun. Kynfæri kvenna gegna því hlutverki að þroska eggin og taka á móti getnaðarlimi og sæði hans eftir kynmök. Ef allt gengur vel getur þú fengið barn eftir 42 vikur, ef ekki fyrr. Kynfæri kvenna er mun flóknara en karla, það er miklu meira í því. Þar á meðal eggjastokar, eggjakerfisband, eggjabú og þarf að fara í gegnum egglós til að geta verið frjóvgað. Ef eggi verður ekki frjóvgað, fara konur á svokallaðan túr og er það þá gert ný egg. Hérna er vagínusystemið, uterus, kerfis, ovary, fibrum, egginu sem sagt og allt þetta. Kafli 21, þroski. Fæðing, það tekur 266 daga að ganga með fullburða barn. Á síðara hluta meðgöngu tekur fylgjan að hrörna. Legið er þanið til fulls. Nokkrum dögum fyrir fæðingu snýr fóstrið sér þangað að höfuðs vísa niður á fæðingaveginn. Ekki vita nákvæmlega hvað það er sem endilega kemur fæðingunum stað en henni má skipta í 3 stig. 1. stig er útvíkunartímabilið, 2. stig er rembingstímabilið og 3. stig er fylgjufæðingin. Þegar barnið kemur í heiminn er látið klemma í naflastreng og er hann klipptur stundum af hjúkum eða feðrum en síðan er hann látið rotna af barninu og getur það tekið allt upp á nokkra vikur. Takk fyrir mig.